Plöntur búa til aldin til þess að dreifa fræjum. Fræið inni í aldininu og aldinið það sem við borðum oft. Til dæmis eins og tómatar eða jarðarber eða eitthvað í þá veruna. Það hins vegar mismunandi hvert aldin geymir mörg fræ. Plantan eyðir orku í að búa til aldin til þess að fá dýr til þess að borða aldinið, borða fræið, vonast til þess að fræið sleppi fram hjá tönnunum, komist niður í maga, fræið þolir að fara í gegnum meltingarveginn, eyðileggst ekki. Svo þegar dýrið skilar því út, þegar það búið að melta megnið af aldininu, að þá kúkar dýrið í einhvers staðar langt frá þeim stað þar sem blómið var og þannig blómið búið að dreifa fræinu sínu. Það skiptir máli fyrir plöntur að dreifa fræjum sínum sem best svo þau vaxi ekki bara á einum stað. Það eru til nokkrar gerðir aldina, við ætlum að skoða aðalega 2. Það eru kjötaldin sem eru mjúk og safarík og myndast alla jafna úr eggleginu. Það er að segja úr þeim parti blómsins sem utanum eggið. Egglegið neðsti partur frævunnar. Þar fyrir neðan blómbotninn sem heldur utanum blómin. Og það þessir 2 partar sem alla jafna mynda aldin. Kjötaldin eru til dæmis plómur, tómatar, kirsuber og svo framvegis. Svo eru líka til skinnaldin sem eru líka kjötaldin, sem eru til dæmis jarðarber og epli, sem myndast úr blómbotninum. Þannig að það eru þessir 2 hlutar sem mynda alla jafna kjötaldin. Það svolítið misjafnt eftir aldinum hvar fræin eru síðan staðsett. Í sömum eins og til dæmis í plómu, þar það inn í miðju. Hjá tómat þá það í hólfum í kringum miðjuna, ekki í miðjunni sjálfri. Á jarðarberjum eru fræin utan á. Og svo mætti halda áfram. Þurraldin eru þurr og safalítil. Þetta eru til dæmis fræbelgir baunaplantna. Og svo þessi venjulegu fræ, eins og til dæmis fræfífla. Þegar að baunaplanta hefur þroskast, þá skjóta þær stundum baununum eða fræjunum. Lúpínan gerir það, þá opnast fræbelgurinn og þá dreifast fræin út allt. En ef við skoðum leiðir til þess að dreifa fræjum, þá eru það dýr sem borða fræið. Fræin geta fest í feldi dýra. Þá eru þau með svona króka á fræjunum. Þau geta fokið í vindi, eins og til dæmis fræfífla sem eru með svona fallíf. Maður blæs á biðukollu og þá fíkur þetta í allar áttir. Og svo eru það sum fræ sem fljóta í vatni og berast þannig jafnvel langan leið, til dæmis í sjónum. Þetta gerir til dæmis kókosnetur. Þær geta farið ansi langt með hafstraumum á milli eyja.